Já, komið þið sæl. Veðurhorfurnar svona fyrir helgina eru nú ekkert býsna spennandi. Við erum að fá hér lægð upp á landi og það er nú ekki þessi lægð sem var hér suðvestur undan á hádegi í dag. En ef við keyrum hreyfimyndin í gang og þá sjáum við það kemur lægð hér upp Atlantshafið, þrýstilínur þéttast yfir landinu og nokkuð myndalegt úrkomukerfi sem kemur inn á landið helginu þá fyrst austanlands. Og það fer svona cirka öll helgin í þetta getum við sagt og kannski kostunum við þetta er sá að lægðin hún mun allan að bera töluvert hlýrra loft eins og við sjáum hér. Það er nú svona fimbulkalt yfir í landinu akkúrat í augnablikinu en þessi hlýi geiri mun svona ná eitthvað inn til landsins og gæti náð til allra landshluta svona þegar komið fram á mánudaginn. En ætlum að líta svona á svona nærmyndina aðeins betur og kíkja á stöðuna fram til morguns. Hér erum við svona skýjahuluna og ofan á það kemur úrkoma sem er hvít eða grálit og það þýðir að hér sé snjókomu að ræða og við sjáum að það er nú klukkan 18 í dag strekkisvindur nokkuð víða en ef við keyrum hreyfimyndina í gang þá sjáum við að smá saman svona þegar líður á morgundaginn að þá fer að herða vind á landinu og gula viðvaranir að detta inn hér fyrst á sunnanvert landið en seinna meir einnig þá á norðvesturhorn landsins og staðan verður cirka svona klukkan 15 á morgun allhvasst eða hvasst nokkuð víða og sumstaðar jafnvel stormur og ekki síst þá hér með suðausturströndinni og til fjalla og sem og á norðvesturhorni landsins. Úrkoma ekkert endilega svo mikil á þessum tíma en svona fara að glitta í þennan stóra bakka hér suður af landi en þetta verður þessi éljagangur þá norðan og austan til á landinu en úrkomi lítið hér vestanlands og frost að mestu leyti nema við skildi hér allra síðst á landinu en ef við keyrum síðan framhaldið þá sjáum við síðan að svona þessar viðvaranir detta nú síðan og gildi annað kvöld en bakkinn kemur hér nær og ekki því sljáka nú mikið á vindinum og í rauninu svo að þegar komið fram á sunnudaginn þá erum við með hríðaviðvaranir austanvert landið og einnig á vestfjörðum það er að segja miðjan dag. Þær viðvaranir munu síðan detta og gildi þá á sunnudagskvöld en við sjáum að það býður okkur nokkuð hvöss helgi og svona til þess að gera leiðilegt veður í nánast öllum landshlutum. En ef við förum síðan þá yfir á mánudaginn þá verður þessi skilabakki sem að mun nú valda snjókomu nokkuð víða þar sem hann fer yfir en það hlánar nú svona þegar sá skilabakki er farin yfir og við sjáum hér að hádegi á mánudaginn þá er nú svona orðið og á láglendi frostlaust víðast hvar og nokkuð góður hitatölur hér sunnan og austan til á landinu þó áfram getur nú ringt eitthvað á þeim slóðum en þessa myndir þá hádegi þá er nú svona síðustu skilina að ganga yfir þarna á vestfjörðum og norðvesturhorninu og svona dálítið óljós staðan hvað gerir síðan í framhaldinu þar að segja þá á þriðjudaginn og við skulum líta betur á það á morgun þegar hlutinir hafa kannski svona sess betur og við sjáum betur hvernig landið mun líka í þeim efnum. Örstutt síðan yfir til Evrópu, við sjáum að það er nú bjart veður víða á Bretlandseyjum og jafnvel í sunnanverðri Skandinavíu og svona þetta sólríka veður og það tegir sig nú til stórar hluta Evrópu, mið og austur og alla leið niður að Miðjarðarhafi þannig að það er svona tiltölulega fínir vordagar, hitinn víða 10-15 stig og sumstaðar jafnvel enn betur en svo. Og ef við förum þá síðan vestur haf og þá sjáum við að það er nú hiti svona 20-26 stig hér í Suðurríkjunum og rignir töluvert mikið á morgun í Texasríki en þegar við færum okkur síðan yfir á vesturströndina þá sjáum við að hitatölur hafa nú hækkað þar töluvert það verið svona dálítið kuldatíð þar á undanförnu en reyndar nú hljóðarspáin upp á 11 stiga hita og rigningu í San Francisco á morgun. En það er sem sé svona tiltölulega leiðileg spáin fyrir landið hvað varðar helgina. Nokkra viðvaranir í gildi og að gera að kynna sér efni þeirra og þótt menn sé ekki mikið að ferðast þeir sem ætla að gera það þurfa að vera vel með á nótunum. Verið sæl.